Hann heiti Júlí Heiðar og hann söngvari og dansari úr Mary Poppins söngleiknum til dæmis. Hann að fara að byrja með nýtt námskeið hjá Lifandi hús Danssport. Heill og sæll. Sæll og blessaður. Hvað segirðu þá? Heyrðu bara voðalega góður. Söngvari og dansari, það ekki lygi. Nei, það ekki lygi. Hvernig að vera þarna í einn af þessum hópi Mary Poppins? Þetta ekki frábær upplifun? Þetta algjör stæðindri. Það ekki? Þetta bara búið að vera, algjör veisla. Búin að sýna 122 sýningar held ég. Já. Búin að slá öll met og þetta gengur bara allt og vel. Og alltaf sýnt fyrir fullum sal? Já, það er alltaf fullt. Þetta er magnað. Eru þessar sýningar búnar eða eru þið ennþá að sýna? Við erum ennþá að sýna. Já. Og ég held við klárum ekkert fyrir 9. febrúar. Ok. Ef þið kláruð þá? Já, ég held við verðum að klára. Það er að koma önnur sýning og stóra sviði. Já. Ég held að það sé ekki búið að vera lengur, sko. Nákvæmlega. En námskeið, söngur og dans, segðu mér aðeins frá þessu. Já, ég ætla að byrja núna með námskeið fyrir krakka, þar sem að þau geta komið og lært að syngja og dansa á sama tíma. Það er sem þú ert að gera í dag, eða ekki? Já. Ég ætla að reyna að byrja 15. og þetta er svona það sem að krakka koma og læra 2-3 lög og 4-5 dansa og það er svona 3-4-5 saman í hóp og svo verðum við með lokasýningu og allir fá DFD með söngvarum og þess aftar. Að syngja og dansa í leiðinni eins og segir, er þetta ekki pínu erfitt? Það er mjög erfitt. Já. Maður þarf mikla æfingu til þess að vera góður í því. Og gott þol, væntanlega? Mjög gott þol. Það er nummer 1, 2 og 3. Og þú ferði í þetta, þú kannski ferði í einhverja þólæfingar eða? Já, örugglega eitthvað. Það verður eitthvað svoleiðis. Hvaða aldur ertu að einblína á í þessu námskeiði? Það er í raun og veru alveg opið. Ok. Fer bara alveg eftir skráningu. Fólk getur komið alveg þótt að þessi orðið fertugt, sko. Já, glæsilegt. Þetta er svo sem engum máli. Það er kannski einhver sem lifir ennþá með drauminn að dansa og syngja og taka þátt í kannski einhverju leikirdi. Akkurat. Það er ekki vitlaust. Nei. Hvað ertu búin að vera lengi í þessum bransa, Júlí? Herru, ég er búin að dansa náttúrulega síðan ég var 4-5 ára. Mamma náttúrulega tók mig í danstíma bara því ég var alltaf skriðin út, sko. Já, sjálfsögðu. Þetta er henni að kenna. Jú. Já, þakka. Þakka, ég myndi segja það. En söngurinn kom ég byrjaði að syngja bara 18 ára. Já. Og það er... Það var óvart. Og þú kannski, og þá ferðu kannski að blanda þessu saman, dans og söng? Já, það gerðist í raun og veru bara þarna einhverjum, 2 árum eftir að ég byrjaði að syngja. Og hvað, fegstu þá þessa fluguhausin að fara að gera þetta? Var eitthvað sem benti þér á þetta? Farðu og vertu dansandi söngvari? Já, mjög bent á þetta. Þá var ég fyrst að fara að sína á danscentersýningu í Reykjavík í Hörpunni. Já. Og átti að syngja þar eitthvað lag og fólk sagði mig, já, þetta að dansa með þessu. Ég meina, það er ekkert margir sem geta þetta heima, bæði sungið og dansað. Þannig að settu það saman og ég gerði það og svo fyrsta skiptið sem ég gerði þetta eitthvað að viti þá það var á FM tónlistarhátíðinni. Þá einmitt blandaði ég saman söng og dans og það kom skemmtilega út. Nákvæmlega. Mér langar að spyrja út í Mary Poppins. Nú er þetta, þú veist, það er mikið að vera á sviðinu og verður aldrei móður? Þú veist, áttu aldrei erfitt með að sé að klára línunni eða? Jú, þetta er alveg svakalega erfitt. En við erum náttúrulega búin að gera þetta, eins og ég segi, 120 og eitthvað. Já. En þú ert að hoppa á eitthvað svona, ekki? Jú. Og kemur aldrei svona, þegar þú ert að syngja það? Það hefur alveg komið fyrir. Jú, það hefur komið fyrir. En maður er bara búin að hafa þetta svo svakalega mikið. Og svo eru líka, ég held við síðan 30 eitthvað á sviðinu. Já. Þannig að það er alltaf einhverjir að bakka þessast upp. Þannig að þetta svona klikkar eiginlega ekki. Það getur líka klikkað, maður er ekki svo mikið. Já. En æfingi skapar meistarann? Jú, mikið rétt. Og þú ert komin hérna á stóra sviðið og það segir nú eitthvað? Jú. En þú, með söngur og dans námskeiði, þú ætlar að fara með þetta af stað, 15. febrúar? Já, og bara skráningir í fullu gangi. Og fólk getur sendt bæði
á heiðarhaldursson@gmail eða bara farið þess inn á Dansport eða lifandi Dansport síðuna, Facebook síðuna og senda þar post. Glæsilegt. Þetta einfalt og hvetjum fólk til þess að taka þátt í þessu og það allur aldurshópur sem velkomið að koma þarna. Jú. Alveg frá, bara... Já, ég myndi segja svona... Eitthvað svona lámarsaldur? Nei, ég held að það sé nefnilega smá lámarsaldur, hvort það sé ekki 7 ára. Ok, Það komið svona smá vita á milli eyrnanna. Jú. Júli, þetta er skemmtilegt. Takk hjá fyrir spjallið og gangi vel með þetta og við einblínum aðeins á þetta námskeið og hvetjum fólk til þess að fara inn á Facebook síðuna hjá Lifandi Dansport og skrá sig. Takk sem er leiðis, Takk fyrir spjallið. Já, ok, bye. Takk, bless. Já, skemmtilegur Júli Heiðar og væntanlega skemmtilegt námskeið sem hann ætlar að fara af stað með söngur og dans og hann sjálfur búinn að vera að syngja og dansa í Mary Poppins söngleiknum og hann með mikla reynslu í þessu. Ertu að fara inn á Lifandi Dansport á Facebook og senda post, skrá sig að gera.